Velkomin í Raddir, nýjan umræðu þáttar samstöðinni þar sem samfélagsmál og sveitarstjórnarmál eru tekin til umfjölluna með gagnrýnum augum. Þáttarstjórnandi er Þórdís Bjarnlýsdóttir og ég mun leiða samtal þar sem raddir fólksins fá að heyrast. Við leggjum áherslu á vinstra sjónarhorn þar sem rætt er jöfnuð, félagslegt réttlæti og lýðræðislega þátttöku í samfélaginu. Hér verða tekna fyrir spurningar það hvernig við getum byggt upp réttlátara samfélag, hvort sem það snýr að húsnæðismálum, velferð, atvinnu eða lýðræðislegum ferlum í sveitarfélögum. Markmið þáttarins er að opna vettvang þar sem ólík sjónarmið koma fram en alltaf út frá þeirri trú að samfélagið okkar verði betra þegar við hlustum á og ræðum saman af festu, samstöðu og sanngirni. En já, velkomin í fyrsta þátt Raddir á samstöðunni. Ég er Þórdís og við ætlum að ræða hvert er hlutverk sveitarfélaga. Gestir þáttarins eru Líf Magnúsdóttir, oddviti Vinstri grænna og formaður borgarráðs, Helga Þórðardóttir, oddviti Flokks fólksins og formaður skóla- og frístundaráðs og Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Sósíalistaflokksins og forseti borgarstjórnar og formaður velferðarráðs. En sveitarfélögin sjáum þjónustu sem snertir okkur öll beint í daglegu lífi, allt frá leikskólum og grunnskólum til félagsþjónustu, húsnæðismála, skipulags og jafnvel snjómoksturs. Þau hafa einnig lykilhlutverk í lýðræðinu þar sem ákvarðanir sem varða líf fólks eru teknar næst íbúum. En svo svona spurning, en hvaða hlutverk eiga sveitarfélögin að hafa? Eru þau nægilega vel í stakk búin til að sinna skyldu sínum og hvernig tryggjum við að rödd almennings fái raunverulegt vægi í ákvörðunartöku? En þetta ætlum við að ræða í dag. En þið megið svona til að byrja með, bara ef að Líf byrjar að segja svona, þú veist, hvert er svona þitt helsta verkefni í borginni? Þú komst mikið til inn á það. Já. Og auðvitað eru verkefnin í borginni skilgreind út frá pólitík og það er þess vegna sem við kjósum okkur forystu. Það er eftir því hvað við treystum fólki til þess að gera, hvað það segist alltaf að gera, hvað það vill gera. Já. Við höfum ólíka sýn á það. Ég held samt að við höfum kannski líka sýn á hvað það er þó að við séum ósammála hvert við viljum fara að því að ná þeim markmiðum. Já, og svo þegar ég fer að hugsa þetta þá held ég að við höfum líka ólíka sýn á það hvað er velferð og hvað gerir íbúum gott. Já. Þannig að þetta er náttúrulega bara allt líka mannannaverk. En sko fyrir mér þá snúast verkefnin í borginni það að skapa tækifæri og gott samfélag. Það sem okkur líður vel, það sem að við getum notið okkar sjálfra en líka alls þess sem að umhverfi okkar býður upp á og það snýst líka sko ekki þjónustu heldur líka bara og nú vill maður detta strax í þetta með velferðina, þú veist við sko málið er að sveitarfélögin eiga að vera eitthvað grunnskóla. Já. Og eiga að sjá efnalitlu fólki fyrir húsnæði og tryggja fjárhagsaðstoð og að göturnar séu múkaðar og að göturnar séu lagðar og ýmislegt annað. Þannig að það er ekki tæmandi listi yfir það hvað sveitarfélögin eiga og geta gert. En svo erum við náttúrulega svolítið að rífast það í flokkunum hvað eru þessi svokölluðu gæluverkefni. Já. Og oft er það nefnt til dæmis allt það sem að lyftir okkur upp og gera okkur glöð, listasöfnin og fagurt umhverfi, viðburðir, einhvers konar skemmtanir eða húsdýragarðurinn, hann er til dæmis ekki lögbundin skylda sveitarfélaga, svo ég nefni það. Og við erum kannski dálítið að rífast það, en ég vil meina að allt þetta þegar saman kemur, það er það sem að gerir okkur að góðu samfélagi. Þannig að ég
vil bara gjarnan heyra í þeim hvort það séu sammála mér. Já. En þetta bara svo margvíslegt. En það náttúrulega pólitík, hvað það sem að gerir samfélag góð og hvað eru skyldur sveitafélag. Þegar við höfum alveg rifist það hvað grunnþjónusta, hverju við eigum að vera að sinna og hvað við eigum ekki að gera. Þannig að það líka pólitísk afstæða hvers og eins að finnast eitthvað óháð lögum og reglugerðum, skiljið. Nú þú yfir hvað skóla og frístundarsviði? Já, ráði, svo sviðið risastórt, já. Ef ég segi fyrir mitt leyti, við erum náttúrulega í flokki fólksins og við viljum standa vörð þá sem minnst mega sín og flokkurinn var stofnað til að standa vörð fátæk börn, það var svona upphafið. En varðandi eins og skólamálin að þá náttúrulega það lýsti þessi sem vel hún líf það var náttúrulega alltaf verið þessi grunnþjónustu eins og við munum eftir að fara á sveitina og sveitafélag átti að annast sína minnstu bræður. En 1996 þá færðist skólamálin yfir til sveitafélaga sem var náttúrulega risastórt mál og núna erum við komin með fallaða sem gerðist 2011 þannig að þetta svaka mikið sem hvílir á í höndum sveitafélaga og þannig að ábyrgð okkar, ég upplifi það eftir að hafa komið í borgarstjórn að ábyrgð okkar mjög mikil og þarna eru málaflokkar undir finnum maður, við þurfum að tryggja það að öll börn hafi jafnan rétt til skólagöngu, það eitt af stærsta jöfnunartæki sem við höfum. Alveg gríðarlega mikilvægt og það mér mjög hugleikið að skapa réttlátt skólasamfélag og gott og eins nú var ég í velferðarráði með Sönnu og við vorum nú yfirleitt í baráttunni saman að standa vörð þá sem að hafa það verst og þar tækifæri en svo kemur náttúrulega alltaf að þessu að eins og Líf lýsti hérna svo vel, það þessi hvað grunnþjónusta, við viljum líka hafa gaman og við viljum, en þá kemur líka að við þurfum svolítið, við sem svona stöndum hérna svona réttlætismegin í lífinu, að tryggja það að það sé ekki bara þeir ríku sem hafa aðgang að þessu skemmtilega. Nákvæmlega. Þannig að, já, það svona, held ég sem ég get sagt að ég brenni svolítið fyrir í pólitíkinni. Já, það sanna. Já, eins og sundlegar, það til dæmis sveitafélögin sem sjá rekstur sundlega og ég held að við getum allir verið sammála að það sé mjög mikilvægt að hafa sundlegar bara upp á lýðheilsu og geðheilsu og jafnvel ef við hugsum bara út frá almennri heilsu þá held ég að það yrði nú ýmislegt sagt ef við myndum bara ákveða að loka öllum sundlegum borgarinnar. Þannig að já, nákvæmlega, Helga mjög dugleg í sundi og þannig ég held að yrði nú eitthvað sagt ef við myndum þá minnka starfsemi, ég meina það okkur ekki falið að sinna rekstri sundlega samkvæmt einhverju lögum að við verðum að vera með sundlegur í öllum hverfum en ég held við séum alveg sammála því að við erum ekkert að fara hætta slíkum rekstri. Það náttúrulega skandall. En eins og ég sé þetta, þá eru sveitafélögin í nær samfélaginu og í rauninni þetta svo fjölbreytt þjónusta sem sveitafélögin bjóða upp á. Þetta í rauninni allt þetta í daglega lífinu. Þetta í rauninni, það eru leikskólar og það eru grunnskólar, en ekki framhaldsskólar. Það ríkið sem að sér það. Síðan erum við náttúrulega með samgöngur, það einmitt að eins og Líf fór yfir varðandi bara vegina, það að lýsa vegina til dæmis. Það nú eitt sem oft fjallað það ljósið í nærumhverfinu okkar á kvöldin og sérstaklega þegar að fer að dimma og það þetta sorpið, sorphirða, félagsleg þjónusta, það þegar þú átt ekki rétt á neinum stuðningi, kannski búið með atvinnuleysisbætur og rétt til þeirra og þá
leitar til sveitafélagsins til að fá fjárhagsaðstoð, það þetta neyðarnet sem að grípur þig, svo þetta borgin í samvinnu við íþróttafélög og það eru frístundamál barna og það eru þetta aðgengismál og Reykjavíkurborg er líka stór vinnustaður, þannig að þetta rosalega fjölbreytt og í rauninni maður alltaf að læra eitthvað nýtt og sérstaklega þetta samstarf sem að sveitafélög stundum eru með saman, eins og til dæmis Strætó BS og BS stendur fyrir byggðasamlag og þá eru sveitafélög á höfuðborgarsvæðinu saman í þeim rekstri og það eru þetta að fara að breytast núna með aðkomu ríkisins, þannig það er þetta bara mjög fjölbreytt þjónusta sem er veitt og ég vildi bara aðeins nefna hugtaki oddviti, fyrst áður en ég beið mig fram, þá var ég bara eitthvað oddviti, ég skildi ekki alveg þetta orð, ég var bara eitthvað býti af hverju voru að tala svona fugla, ég fatt þetta ekki en það er svo að fulltrúin sem að leiðir starfið fyrir sinn pólitíska flokk í borginni eða í bæjarstjórn. Já. Sástu þetta eins og oddaflug? Já, ég hef alltaf séð, þetta er svolítið fallegt. Svona oddaflug. Svona leiða hópin. Og svo megum við ekki gleyma köld og heitu vatni. Einmitt. Já, fráveitan og því sem að var eiginlega grunn hlutverk sveitafélagsins allra fyrst. Það var að sjá þeim fyrir peningum sem ekki áttu neina peninga og svo bara fráveitumálin. Já. Svona, í upphafi sveitafélag, upphafi Árda. Já. En þau hafa þróast og við höfum fjölgað verkefnunum okkar og mér finnst alveg tækifæri til að tala því hún nefndir framhaldsskólan. Mér finnst alveg tækifæri hér til að tala hann, af því að það hefur líka verið í umræðinni hvort að það ekki flýti framhaldsskólan til sveitafélagana. Ég er eiginlega skotin í þeirri hugmynd og heilsugæsluna vegna þess að oft finnst mér, við nefnum bara grunnskólan 96 þegar hann hætti að vera einsetinn og hann fluttist yfir til sveitafélagana. Ef við getum kallað þetta menntun eða þjónust eða hvað þetta er, en hann hefur stórbatnað síðan. Auðvitað hafa verkefni breyst, eðli málsins samkvæmt, samfélag breytast, samtíminn verður einhvern tímann framtíðin. Þannig að og ég held að þessi nærþjónusta sem er okkur kær, mér finnst henni oft best fyrir komið hjá sveitafélögunum, sko. Þannig að þess vegna var ég alveg til í eitthvað samtali framhaldsskólana þegar hún nefndir hann. Hann var hjá ríkinu áfram og heilsugæslan, sko. Og það er ekkert svo sem eitthvað nýtt umræðarni, sko. Það hefur verið að kemur svona upp í umræðinu af og til. En nú hefur maður oft heyrt, sko, sérstaklega litlu sveitafélag, nú er bara rekstur á skólum, mannaðu bara reynast þeim mjög þung í skauti, þannig að þarna kannski þyrfti ríkið að stíga meira inn með fjármuni eða? Það er nú, talandi það, þetta er nú svona eiliðar svona tókstreita milli ríkis og sveitafélagum finnst þau fá of lítið. Ég held að þarna sé nú svona erfiðast að greina á millið eins og hvort það er heilbrigðisþjónusta eða ekki heilbrigðis, það tengist svolítið velferðinni og eins líka þjónustu við mjög fatlað fólk sem er svona nánast eins og hjúkrunarþjónusta en ég verða að nefna sko aðeins inn á skólana, það er ekki bara skólar og leikskólar, það er líka félagsmiðstöðar og það er frístundarheimili, það er allt tónlistannám og bara dæmi hvað þetta er viðfemt bara, þú veist, í Reykjavík eru 70 leikskólar og 35 og svo er náttúrulega einkareknir, en bara borgareknir skólar eru 35 og svo alla félagsmiðstöðunar, þannig að þetta er alveg, ég upplifi stundum alveg bara, vá, er ég með svona mikla ábyrgð. Já, þetta er mjög mikil ábyrgð. Og þetta er til og með sviðið sem er með mestu fjármunina, fjárútlátin. Já. En þetta er... Eitt sem við erum líka að gera núna er að vekja athygli á starfsemi borgarbókasafnsins af því að Reykjavíkurborg eru þetta með glæsilega bókasafn og stundum veit maður ekki alveg af allri starfseminni sem að fer fram þar. Þetta er ekki lengur eins og þegar maður var bara að fara til að leita sér að bók og
taka hana til útlands, það hægt að fá hérna borðspil, það líka bara svona ýmis félagsleg starfsemi í gangi eins og í Árbænum, þar prjónahópur sem hittist alltaf á mánudögum, það hægt að fá hérna alls konar svona tæki, lánuð í gegnum hérna Munusafnið, allt, það bara neymitt á góðri íslensku hérna. Myndir, eða ekki? YouTube-myndir, tónlist, og bara þetta svona mikilvægt félagslegt rými og ég held að mitt núna í samfélaginu þegar þau eru fá eftir þessu félagslegu rými þar sem maður getur fengið að vera án þess að greiða sem er mikilvægt að standa verðum þau og vekja athygli á þeim. Og líka samfélagshúsin, þetta mjög mikið sem starfsemi þar, þannig að þetta mjög mikið. Ég veit ekki hvernig lífið mitt væri án bókasafna, sko. Þetta bara ég ólst upp á bókasafnum og bókabílunum, sko. Já, þetta er bara besta uppfinning sem bara sneitt brauð. Já. En svo að ég fór alltaf að nefna bókabílun, eru þeir ennþá? Nei. Mér fannst þetta svo geggjað þegar þeir komu stutt að fara hlaupin í bókabílum og kynntist bókaverðunum svo vel og hún fór oft í geymslunar að leita bókum fyrir mig og svona. Ég held að það bara bóksafnum hafi fjölgað og það hefur ekki verið eins mikil þörf. Já. Ég held að ná svo náttúrulega höfum við lagt áherslu á að styrkja skólabókasöfnin. Já. Það var nú eitt af okkar áherslum sem kom inn í þennan nýja samstarf. Það var að styrkja skólabókasöfnin því það líka jafnrétti því það eru sum börn og börn sem hafa ekki bækur heima hjá sér. Þannig að það er mjög mikilvægt að styðja þar. Þannig að líka bara safnkostur yfir höfuð. Þú veist, hann er margvíslegur, hann er ekki bara í bókum og þau náttúrulega breytast eftir samfélaginu og eins og við höfum séð bókasafninu okkar breytast í þessi menningarhús og mjög mikilvægt núna bara í að uppræta einsemd eða þú veist að búa til og það er hlutverk, finnst mér, sveitafélaga að uppræta einsemd einmanaleikin getur verið einsemd og hvernig gerum við það og þú veist, það er ekkert eitthvað lögbundið verkefni þú veist, og við eigum auðvitað bara ekki að gera það sem er lögbundið, við eigum að gera það sem er lögbundið vissulega, en svo gerum við líka allt annað og það finnst mér vera hlutverk sveitafélaga. Þetta líka snýst líka lífsgæði. Já, það er það og svo getum við náttúrulega bara rífist það hvað fyrir mikill peningur í tiltekin verkefni sem að eiga þá hafa eitthvað markmið eða eiga að leiða af sér eitthvað, skiljiði og það er síðan pólitík. Að við getum rifist það. Þannig að þetta eru kannski, flestir eru kannski að vilja að sama markmiðinu en það er bara ólíkt hvaða leið fólk vil fara að markmiðinu. Ég held einmitt samstarfsflokknar, ég held að við séum rosa meðvituð í rauninni félagslegu aðstæðnar sem þurfa að vera til staðar svo við getum öll bara þrifist í þessu samfélagi og blómstrað af því að þetta sko, ef maður lítur á allt út frá einhverju upphæði Excel-skjali að þá getur maður alveg klift ýmislegt bara, þú veist, saksa niður og sagt bara við ætlum ekki að gera þetta og þetta en það mun kosta seinna meir, það mun kosta seinna meir í framtíðinni, hvort sem það einmitt. Maður heyrir einmitt þetta ofta Excel-skjölin stjórni og miklu sko. Þú veist, það lítur allt vel út á Excel-skjali en í rauninni þá kannski bara skerður þetta lífsgæði og svona ófyrir séð hlutir sjást ekki Excel-skjali sko. En þá langar maður að koma inn á eitt áhugavert vegna þess að kynjuð starfs- og fjárhagsáætlunargerð, svo ég nefni það. Það er hvernig þú ert að skoða dreifingu fjármuna í tiltekin verkefni og hvaða afleiðingar það hefur, hvernig þú færir til fjármuni og setur í einhver verkefni að tekur úr öðrum. Og kynjuð starfs- og fjárhagsáætlunargerð snýst ekki bara að setja á sig kynjaklerun og skoða þetta út frá hinnum hefðbundnu kynjum heldur frá fjölbreytileikanum. Og það er búið að útvíkka, þetta er sem sagt vinnutæki, ef maður getur sagt að þetta er einhvers konar tól eða tæki fyrir okkur að meta hvernig við ráðstöfum fjármunum og hvernig við verjum
því fér sem við höfum, vegna þess að það náttúrulega bara vex ekki á trjánum, heldur verðum við að fara vel með það. Það er til dæmis eitthvað sem hefur verið gagnrýnt, sérstaklega af hægri flokkunum og þá spyrir maður sig, þú veist, einmitt að því þú nefnir, þetta er ekki bara eitthvað Excel-skjal sem við getum bara rýnt og sagt þetta er óþarfi, vegna þess að hver er síðan ávinningurinn. Litli peningar geta haft bara mjög mikið að segja fyrir tiltekið verkefni og geta bjarga mannslífum, svo ég segi það líka. En þetta verðum við að rýna og meta og það er pólitík og það finnst mér vera hlutverk sveitarfélaga að sko vita hvernig ráðstöfun fjár, hvernig það skilar sér síðan í það samfélag sem að þú hefur einhverja sýn og vilt sjá að raungerist. Og svo er náttúrulega bara að hlegja því okkur skiptir þetta máli, en þetta skiptir máli. Að við séum að skoða út frá öllum þessum breytum, stöðu fólks í samfélaginu, uppruna og fleiri þættir, sko. Hverfum til dæmis. Þannig að þetta finnst mér, við þurfum að hafa yfirsýn yfir og þetta tæki og þessi aðferðafræði hjálpar okkur líka til þess að greina þetta ennþá betur hvernig við, þú veist, það leiðir að okkar markmiðum sem að við höfum verið mjög sammála í þessum meirihluta. Það sem að mér fannst því bara, þú segir þetta kynju fjárhagsáætlun, ég man þegar ég heyrði þetta fyrst, eru að fara að tala hvernig þetta hefur áhrif á konur og menn, þú veit, svona eitthvað hefðbundið. Já, svona hefðbundið þegar ég kom fyrst inn og svo þegar ég áttaði mig á því að þetta væri náttúrulega miklu stærra. Hvernig þetta hefur áhrif bara ýmsa hópa og þannig að þetta er ágætistæki og líka gott fyrir mann að muna það því oft lendum við náttúrulega í embættismönnunum, nei, þetta hefur alltaf verið gert svona eða nei, allar fá pening í þetta og alls konar svona. Þessi kassalaga hugsun, ekki hugsa út fyrir bóksið, heldur alltaf bara út að vera inn í þessum litlu kassa. Þetta er svona mikilvægt tæki og maður þarf líka alltaf svolítið að minna sig á hvers vegna er ég hérna og svona hvert er markmið mitt með því að standa í þessari vinnu. Nákvæmlega. En mér langar aðeins bara því þú varst að tala lýðræðið og ég er mjög upptekin af því að við hlustum á fólk og að við séum ekki að bara ekki að heyra í íbúum hverjar ef þeir eru mjög óánægðir með eitthvað og þá að heyra hvers vegna og hvað. Þannig að mér finnst við mættum gera meira af því. Já, ég segi bara sem íbúi Reykjavíkurborgar og kjósandi þá finnst mér einmitt oft svolítið skorta upp á þetta, sko. En það er bara mín tilfinning. En og ég veit að margir aðrir hafa þessa tilfinningu, þannig það er eiginlega svona spurning hvernig er hægt að efla það að fólk finni það þar sem verið að hlusta á það, sko. Já, ég bara aðeins að því ég byrjaði á sögu, sko, að við ræddum þetta einmitt og við vildum gera einhvern veginn hlutin öðruvísi og höfum verið að prófa nýja nálganir og farin í hverfin og hitta fólkið og við erum bara búin reyndar eitt hverfi núna, fórum í Úlfarsársdalinn og hvað heitir það? Grafarholtið. Já, Grafarholtið, og tókum eina viku í það, gerðum ýmislegt og mér fannst mjög gagnlegt að hitta íbúana og ég finn bara það, ég finn eins og ég kom fram hérna aðan, ég finn mikið í Sund bara að spjalla við fólki við heitapottinum og fylgjast með íbúasíðunum og slíkt. Og næst er Breiðholti hjá okkur í næstu viku. Já, spennandi. Já, þannig að geta auglýst það, borgarstjóri og við ætlum að vera í Mjóddinni. Já. Ég held líka sko með stefnumótin að það mætti kannski skoða bara hvernig er þetta tryggja aðkomu þeirra sem að þekki best til kannski fyrri stigum stefnumótunar. Núna í velferðarráði þá erum við til dæmis að fara móta stefnu í málefnum fatlaðs fólks og þá er það bara aðilar úr hagsmunasamtökunum, það er frá NPA, miðstöðinni, Geðhjálp,
ÖBÍ, þannig að það mjög mikilvægt að þetta sé ekki, þú veist, bara kjörnir fulltrúar, borgarfulltrúar sem eru bara eitthvað að skrifa og halda að það sé voða sniðugt hjá þeim. Þarf auðvitað, þú veist, fólki með reynsluna inn í þá vinnu, en það spurning hvort það megi útvíkka það að þegar við erum að skrifa til dæmis stefnur eða gera áætlanir að kannski fá fólkið fyrr með inn í ferlið, þannig að þetta sé kannski ekki einhverju loka afur sem við erum að senda til samráðs. Hérna plaggið, vil ég koma með komment á það? En ég veit til dæmis að það víða unnið með þeim hópum sem þekki best til að stefnumótun og ég held að það sé bara leiðin fram á við að tryggja einhvern veginn að við séum alltaf að gera það af því þá líka bara kemur það í veg fyrir einhverja auka vinnu sem þarf að fara í þegar maður fer síðan að sníða vankantana af. Já, ég sammála. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Ég hef mitt oft svona gaggrínda þegar stjórnvöld eða einhver elíta eða einhver hagsmunasamtök sem eða það bara ein hlið hagsmunasamtaka tekin og það mynda stefna út frá því og svo eiga allir hinir sem að þurfa svo að búa í umhverfinu að sætta sig við það. Mér finnst það mjög svona rangt. Það því að það er náttúrulega fjöldin sem hefur röddina sko og upplifinina ekki einhver sem kannski býr ekki við sömu aðstæður sko. Nú ætla ég að vera mjög leiðileg fyrirgefið því við erum bara fyrirgefum strax. Nei, ég held að séu fjölmörg tækifæri fyrir okkur hjá Reykjavík að formgera enn betur hvernig við ætlum að haga þessu samtali við einhverja stefnumótun. Og vegna þess að sko, okkar hlutverk, kjörnir fulltrúar, það eru við sem að mörkum stefnuna. Já. Og við göngum ekki í störf annara, það eru við sem höfum þessa sýn, við mörkum stefnuna og við ákveðum hvert skuli farið. Já. Og til þess að við bara týnumst ekki í þessu, að þá þurfum við að vera í samtali við marga. Já. Og ég held að það sé bara mjög hollt fyrir, þú veist, að við erum ekki bara einhverjir valdhafar, alls ekki. Þú veist, við erum lýðræðislega kjörnar, og við eigum að reyna að taka utanum, að því að við erum aldrei alltaf sammála öllum sem að eitthvað segja, það er ekki þannig. En við eigum einmitt að reyna þá að taka utanum þau málefni hverju sinni sem að skipta borgarbúa máli og fá þá að borðinu sem að þetta sannarlega snertir. Það er eiginlega þannig. Þannig að mér finnst það vera svolítið líka. Og svo kemur þetta til kastana ákvörðunin síðan okkar og við þurfum að geta staðið við hana og bara með réttu af því að við gerum aldrei allt fyrir alla. Nei, það er málið. Sko. En við getum formgert þetta samtal miklu, miklu betur og ég man eftir því þegar við vorum að endurskoða mannréttindastefnuna, mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem var síðan samþykkt 2016 og hefur síðan verið unnið eftir síðan. Reynda komin tíma á að endurskoðana, en allt í lagi að þá tókum við okkur alveg 1,5 ár, næstu í 2 að vinna hana. Já, en það er hún mjög flott og ítaleg sko. Já, og hún var eiginlega bara mjög framúrstefnulega á þeim tíma því að við erum að ávarpa sko réttin til heilnæms umhverfis. Já. Og bara, hvað er það? Já, það er bara þessi ekki, þú veist, mengaður skurður sem bara eitur allt út frá sér í, þú veist, göttunniðni, æskiljiði, eða bara að við skuldbindum okkur til þess að bara draga úr útblæstri eða eitthvað æskiljiði og að þú er ekki að mismuna fólk eftir atgerfi eða sko líkamsþyngd og þetta var bara, og við sem sagt vorum með þetta bara hagsmunaaðila bara alls konar hagsmunaaðila. Við vorum með landvernd og samtök hernaðarandstæðinga og við vorum með Tabú og við vorum með ÖBÍ og listinn var bara mjög langur og það tekur lengri tíma en það borgar sig sko bara margfalt að því að vera í þessu samtali og þessu samstarfi vegna þú færð betri stefnu þú færð fólk að borðinu sem að sér hlutina öðruvísi þú færð það inn í stefnuna og það er líka bara gefandi, við getum ekki bara verið stöðni í okkar hlutverki og veist, það er samtalið sem að þú veist, er drifkraftur aðgerða, vil ég meina sko. Já, ég hef blótt fundist þessar samráðsgáttir eins og hjá Alþingi og svona,
þeir eiga að veita okkur tækifæri til þess að hafa eitthvað að segja, en það bara fullt af fólki sem getur ekki lesið í gegnum þetta mambo jumbo sem að stendur í þessum plöggum og það veit ekki hvernig á að snúa sér í að skila inn umsögnum og allt þetta, þannig að það svolítið, það kannski jafnvel svolítið hamlandi kerfi, þannig að samtali, ég trú alltaf miklu meira á það sko. Bara... En ég held nú að Reykjavík hafi stunda þetta nokkur tíð. Bara mín reynsla að ég voru með móta stefnu fyrir eldri fólk í Reykjavík. Já. Og það var mikið samráðsfundir og mikið heyrt í ýmsum hópum sko. Þannig að það er ekki alveg komin út stefnan en ég segi, mér finnst eins og þetta hafi verið nokkuð vel gert hjá Reykjavíkborg. Svo verðum við líka að passa okkur, við erum að móta stefnu fyrir eldra fólk, en það líka yngra fólk sem það hefur áhrif á. Við megum ekki við verðum að hugsa þetta alltaf vítt, sko. Og ekki verða ákvarðanafælinn, það eru margar ákvarðanir teknar oft yfir einn dag og þú veist, þannig að þú þarf bara að nýta, ég held að við finnum mjög sterkt fyrir því núna, bara í þessu samstarfi, við viljum nýta tímann sem best sem við höfum og tíminn fljótur að líða. Þannig að maður alltaf hafa einhver áhrif og þá þarf maður að gera hvað. Heldur betur. Eða komið í veg fyrir að vondir hlutir gerast. Sem smá upphafið, myndi ég segja, þessu samstarfi, allan fyrir mitt leita, þá fannst mér sigur að tryggja að við fengum ekki hægri stjórn með hægri áherslur, útvistunar og einkavæðingar. Afturhald og leiðindi. Takk fyrir það. En svona, sko verk borgarinnar og sveitafélaga bara yfir höfuð, þau eru oft svolítið ósýnileg. Þú veist, ég hef ekki hugmynd hvað þið gerir alla daga, skilurðu. Við erum alltaf á fundum. Já, skilurðu. Þannig að það, kannski verkin ykkar verða pínlítið svona óljós og ósýnileg og maður kannski ekkert að taka eftir breytingunum og þar að leiðandi kannski maður bara svona hvað eiginlega að vera þarna, akkur ekki búið að redda þessu og gera svona, þú veist, núna þetta þessar gagnrýnisraddir, þú veist, af hverju ekki ná húsnæði, af hverju eru samgönguna svona, af hverju þetta hinsinn, þannig ég fór svona að velta fyrir mér, þú veist, þurfið þið sem eru borgarfulltrúar að vera duglegri að segja hvað þið eru að gera, þannig að við fáum á tilfinningunni, þau eru að vinna á fullu, eða Hvað haldið þarna líki að við höfum þetta á tilfinninguna? Svolítið þetta nú að það svona fjölmiðlar þrífast svolítið á því sem neikvætt gert. Við erum svolítið, þarna kemur þetta svolítið, finnst mér, auðvitað getur maður örugglega verið duglegur að segja frá og gera og græja. Ég upplifi bara svo mikið, bara eins og á samfélagsmiðlum, fólk bara svo einhvern veginn það er svo mikið svona skautun, þegar allir einhvern veginn að æsa sig og það miklu skemmtilegra, mér finnst það leiðilegra, það allir að tala það neikvæða, það talar enginn eitthvað jákvætt. Til miður, það fæst oft ekki athygli á það og ég veit ekki hvað þetta þannig að mér finnst þetta að hafa aukist. En sko, málið að við erum að gera helling, það ýmislegt sem virkar. Þannig að þetta og kannski þetta líka þannig að þetta snertir fólk svo mikið, einmitt það sem að borgin að gera, ruslið bara, menntamálin og allt sem við erum búin að vera að tala hérna og að þetta en einhvern veginn því miður þá eins og stundum hugsa ég því að maður heyri fréttirnar bara vilja fjölmiðlar ekki tala neitt nema neikvætt. Ég hef alveg tekið eftir bara hjá sjálfur mér, ég ekki að taka mikinn þátt inn á samfélagsmiðlum í svona umræðu sko en ég hef stundum hugsað einhver kemur með eitthvað svona jákvæðan punkt að hef ég stundum alveg gripið mig að hugsa en það þarf ekki að taka þetta fram. Nei, en hvernig fer okkur að líða við erum alltaf í neikvæðinni, það bara ekki gott. Þessu sjálfstæðsfólk. Já, meinar, okkur fara að líða þannig. En náttúrulega bara að draga fram þar sem að
fólk, þeir finna einhver staðar, einhvern óánægju vott og svo bara ala þeir á honum, sko. Það svolítið þeirra taktík, sko. En eitt sem að Reykjavíkurborg ákvað að gera, það sem sagt eftir að Inga á þinginu hækkaði í rauninni, gerði breytingar að því að örorkulífeyriskerfið það er að taka breytingum september á þessu ári, þannig að það leiðir að því að þá eru einhverjir sem fá hærri tekjur, þá þarf að gera breytingar varðandi húsaleigubætur. Þannig að þó þú fáir aðeins hærri tekjur að húsaleigubæturnar skerðist ekki og svo ertu húsaleigubætur eru frá ríkinu en svo getur þú fengið sérstakan húsnæðisstuðning frá sveitafélaginu sem er þá auka í rauninni stuðningu til þeirra sem að eru tekjulágir eða að greiða allt of hátt leiguverð og þannig að Reykjavíkurborg það var þá velferðarráð sem ákveður að hækka líka þessi tekjumarka sér þannig að þau samrýmist tekjumarkum ríkisins og þetta er eitthvað sem við höfum bara gert í gegnum tíðina. Þegar það eru breytingar þá uppfærum við. Og mér fannst þetta svo sjálfsagt, mér fannst þetta svo eðlilegt en það var fólk búið að vera að senda mér skilaboð bara mun Reykjavíkurborg breyta þessum viðmiðum og ég bara já, það erum við að fara að gera og þannig ég ákvaði að setja þetta á Facebook og ég einhvern veginn var smá hikandi því ég hugsaði bara þetta er bara eðlilegt verklag, þetta er bara það sem við gerum þannig ég var smá svona, er ég að fara að skrifa status eitthvað sem maður á bara að gera en það fekk bara mjög jákvæð viðbröð þannig að stundum maður þarf kannski líka að hugsa hlutina aðeins meira út frá hvernig aðrir sjá eitthvað þó að ég hugsi eitthvað sem smávægilegt þá það alls ekkert af því ég held að sé ekki allt sveitafélag að gera þetta. En þetta er ekkert eðlilegt verklag. Þetta er verklag félagshyggjuflokka. Þetta er verklag fólk sem að hugsa, við ætlum að verja leigjendur félagsbústaða fyrir þessum hækkunum og við innleiðum þá þetta í rauninni net. Og það skipti þá bara máli hver kemst til valda næst vegna þess að það geti bara þess að verið hækkuð húsaleigan til þess að endurspegla eitthvað markaðsvirði og eitthvað skilur og svo getur þú tekið þetta og það er alltaf einhvern veginn þetta er eitthvað, mér datt þetta nefnilega í hug eitthvað sem að fer svona hljótt það skiptir gríðarlega miklu máli að verja leigjendur félagsbústaða og það er Reykjavíkurborg sem að gera það með sínum sérstaka húsnæðisstuðningi. En þarna erum við samt svolítið að koma inn á svolítið svona heitan punkt og það er mismunun á milli sveitafélaga. Það best að búi með félagsþjónustuna velferð það fer eftir hvar þú býrð þú veist hvort það sé fjárhagsaðstoðin hvort þú fáir NPA þjónustu og bara margt fleira sko þannig að það er eitthvað svona sem að það sem ég er að læra félagsráðgjöf og er búin að vera að fara yfir þetta mikið og þetta bara stingur að sjá að það sé ekkert að mismuna fólki eftir búsetu. Og sama atvinnusvæðinu, strangt að tekið, sem höfuðborgarsvæðið er og bara með þessu ólíku sveitafélög sem eru ekki að sinna velferðarþjónustu í líkingu við Reykjavíkurborg og eiginlega bara, hunsa það og segja bara já, ok, þú getur bara flutt til Reykjavíkur sem að fólk gerir, sem raunverulega þarfnast einhverja aðstofar. Eins og bara falla fólk. Eins og ég kom með gagnrýnisröddina á eitt sem að ég myndi vilja skoða en einmitt það kostar allt fjármagn og þá þarf að forgangsraða fjármunum. En með sérstakann húsnæðisstuðning, það er einmitt mjög gott að Reykjavíkurborg brást svona hratt við og bara gera þetta en það eru líka mismunandi reglur varðandi sérstakann húsnæðisstuðning og hver á rétt að hvort það sé einungis lítið til fjárhagslegrar stöðu eða hvort það sé einnig lítið til félagslegrar stöðu og ég myndi vilja breyta þessu hjá okkur þannig að það væri einungis lítið til fjárhagslegrar stöðu þannig að þú ert að greiða allt og mikið í leigu að þá fáir en auka húsnæðisstuðning sem ég veit að önnur sveitafélög gera en Reykjavíkurborg er með þetta félagslega mat og það er alveg skipta skoðunar á því hvort að það er að meta félagslegu hliðina en svo eru sumir sem segja að ef þú ert fátækur þá ertu sjálfkrafa í viðkvæmri stöðu þannig að alls konar í þessu líka eftir bara að setja ykkur í þessi spór segi bara ég þú veist ég væri að fara að sækja sérstakar húsaleigubætur tekjurnar mínar myndu dekka rauninni það en ég þyrfti líka að hafa ykkur grátsögu skilur slæmar aðstöðun mínar. Þetta er ekkit einfalt fyrir fólk að þurfa að fara að segja já og svo er þetta svona og ég hef ekkit bakland þessi og vondu við mig og ég hef lent í þessu og ég lent í hinu. Það er ekkit allir tilbúnir í þetta og þetta er bara óþarfa ferli, ég meina finnst mér. Það er í öðrum aðstæðum sem þetta kannski á við en ekki
upp á sérstakar húsaleigubætur. Það finnst mér. Já, mér hefur fundist þetta koma mjög illa, sérstaklega einstæðinga. Þetta verður alltaf að vera félagslegt, það ekki með nóg mörg börn eða eitthvað. Já. Og alls konar sem tínt til, sko. Og ég svo sammála Sönnu að ég myndi vilja breyta þessu. Það bara liggur við að ég rakstu tanna í ógeð og fætti eitt stig. Það er bara fólk að kjósa okkur eftir. Svo er það klára ímislegt sem kannski okkur veist ekki alveg tími til núna. Það er ekki alltaf svolítið að hugsa þetta út frá manneskinu sem að sækja sko. Þú veist, þetta er bara svona mín 5 cent sko. Ég held að það tekið mig alveg ára að læra öll þessi stig og hana, því ég kom hann inn í velferðaráð og ansi flóknar reglur sko. Já. Stundu fannst mann þess að auglust að þetta á þessi manneski að fá. Nei, hún hefur ekki nógu mörg stig, nú út af hverju. Já. Og það er kannski jafnvel bara því að manneskinn kann ekki að segja rétt frá. Kannski það. Bara margir sem þú veist, það er svolítið sterkt í okkur Íslendingum að vera ekki að væla sko. En já, en það kannski sorterar út eitthvað fólk og sparast peningar. Nei, nú er rosalega ljóð sko. Já, svo eru aðrir sem kunna að væla mikið. Það er að við erum alls konar, held ég. Já. Þannig að sumir kunni ekki að væla og svo eru aðrir sem kunna að væla. Já. Þannig að það er alls konar sko. Já. Við erum fjölbreytt. En það er eitt sem ég langar að koma inn að þið breyttuð í nýja samstarfinu varðandi, hvað heit þetta? Íbúaráðin. Er eitthvað búið að finna nýja útfærslu á þeim? Við fórum á námskeið, hvað heit þetta? Demokrati, ekki danska, demokrati, og vorum að læra hvernig við gætum bætt lýðræðið og það var bara mjög fróðlegt. Já. Þannig að við erum bara ennþá að skoða þær leiðir sem eru færar til að einmitt að eiga betra svona lýðræðið samtal við borgarbúa. Já. En talandi sko hvernig við nýtum fjármunina sem best og þá erum við alltaf að spyrja okkur hvernig nýtum við fjármunina sem best en náum að vera í sem mestum tengstum við íbúa. Og þegar við skoðum íbúaráðin að þá var helmingur kosin á borgarstjórn þannig að það þurfti að lágmarki í svona 6 manna ráðum, þá voru 2 oftast 3 þá borgarfulltrúar eða varaborgarfulltrúar. Og svo erum við með launakerfi hjá Reykjavíkurborg, þannig ef þú situr í 3 nefndum eða fleiri nefndum og íbúaráð það tali sem ein nefnd, að þá sem sagt gastu fengi greitt í rauninni ofan á grunnlaunin vegna setu í 3 nefndum. Þannig við þetta spyrjum okkur, við erum með x mikið fjármagn, erum við að nýta sem best til að ná þessum beinum tengslum við íbúa. Þannig leit ég allan á þetta þegar við vorum svona að fara yfir stöðuna, bara hvernig náum við að fá fram rödd íbúana, en þú veist, þurfum við endilega að vera að greiða borgarfulltrúum til þess að fá fram þá rödd ofan á grunnlaun. Þú veist, það er pæling sem er alltaf að rýna í. Já. En þetta er bara mjög mikilvægt að sé með leiðir til þess að vera í samtali við íbúa, það er meðlans borgarþing og já. Við höfum alls konar leiðir til þess að iðka lýðræðið og fara í alls konar svona, og ég held að við megum alveg vera hugrakari að gera tilraunir með lýðræðið og samtalið og hvernig við náum til fólks, hvernig við setjum kannski tillögur eða verkefni í þeirra hendur, leyfum að meta það, ræða það, það er til alls konar leiðir að þessu. Þetta er auðvitað, sko Reykjavíkurlistinn bjó til í rauninni þetta form, alveg í upphafi og svo hefur þetta tekið breytingum, það voru hverfisráðin sem voru kallaði bara kjaftaklúbanir og eitthvað svona og við erum alltaf að reyna að finna bestu leiðina til þess að tryggja aðkomu íbúa með einhverjum hætti og svo prófum við þetta og við man eftir umræðinu þegar við vorum að búa til þessi nýju íbúaráð að það var krafa okkar Vinstri grænna svo að þetta væri slembivalið. Við komum inn með það og vorum mjög áfram það og til þess að svona
segjum svo þú ert með íbúaráð með 5 manns, af því að það var líka krafa að pólitíkin væri þannig til þess að geta hlusta og farið sig að með þetta einhvern veginn inn og þetta væri eitthvað svona dýnamík. En til þess að sko að þetta virki varðandi slembivalið að það þarf að lágmarki 3 slembivalda. Af því að þú veist, og kannski eru þeir flokksbundnir eða kannski, og þeir hafa alls konar skoðanir, það skiptir ekki máli. Þeir eru að minnsta kosti fulltrúar íbúa þá í þessu íbúaráði og eru 3 og þá hafa þeir svona stuðning hver á öðrum. En það sem að gerðist var að Viðreisn var á móti þessu slembivalda og við fengum bara í rauninni 1. Þannig að íbúaráðin voru samanstóðu af sem sagt fulltrúa frá skólaráðunum og það var sem sagt 2 úr pólitíkinni, svo 1 slembivalinn og svo 1 frá íbúasamtökunum, ef ég man það rétt, hvernig það síðan endaði. Og svo voru fundinir opnir, þeim var streymt og það var bara mjög vel staðið að þessu og sá sem að, það var bara 1 maður sem að sá öll íbúaráðin í Reykjavík og streymdi þessu öllu og tók niður fundagerðir og bara, þú veist, hann bara þar skikkju, sko, hann var bara rosa duglegur við þetta, en samtalið einhvern veginn skilaði sér ekki. Þannig að þau einhvern veginn lognuðust út af, voru misvirk, sem voru yfirtekin, svo það sé sagt, af einhverjum pólitískum flokkum og höfðu mjög svona þykkt pólitískt agenda, bara burt sér frá því, ég nefni ekki nein og það var bara sko tilfinningin. Þannig að þau eiginlega skiluðu ekki tilætluðu verki eða markmiðum okkar þetta samtal eða lýðræðislega leiðir. Og ég vil meina að það hefði verið þessi eini slembivaldi sem að við hefði átt að vera fleiri. En það finnst mér líka bara í framhaldinu við að gefa okkur tíma til þess að búa til einhverja umgjörð í kringum þetta samtal og við höfum mörg dæmi frá öðrum borgum hvernig þau hafa náð til íbúa. Við erum með þáttöku fjárhagsáætlunargerð í sumum borgum. Það væri eitthvað sem hægt var að prófa í minni skala og það eru til alls konar, ég ætla ekki að fara þreyta hérna með einhverjum dæmum og kenningum og eitthvað svona. En ég held að við getum verið hérna mikið betri í því að skoða, þú veist, og prófa og vera óhrædd við líka að mistakast. En þessi íbúaráð eins og þau voru, þau einhvern veginn uppfylltu ekki þau markmið sem við vildum sjá. Þannig að við verðum þá bara að fara aftur á borðinu og segja hvernig ná við best til íbúa og hvernig geta íbúar, hvernig getum við átt í þessu vinnu saman. Já, einmitt ekki líka eitthvað sagt svona, þú veist, ef þið mistekst aldrei þá hefur aldrei gert neitt, eða það ekki eitthvað svona? Ef þið mistekst, ef þú lærir að mistökunni þá veistu hvað er rétt. Já, nákvæmlega, það eitthvað svona, sko. Maður þarf að gera mistök til þess að komast að góðri niðurstöðu einhvern tímann, sko. Mér finnst þetta slembival mjög spennandi, sko, því þá færði kannski líka fulltrúar sem að væru, þú veist, ekki eins líkleg til að gefa sig fram og segja bara, já, ég tek þátt í þessu, þannig þá fær maður einmitt fulltrúa hverfisins, kannski frekar. Það er farin að spýta og varst hérna á mikrofónin, frussa hérna. Svona smittast COVID. Þjóðfundurinn, hann var þannig. Allur slembivalinn. Fólk fekk bara bréf, bara komdu og vertu með. Þetta er bara alveg hægt. Og það er líka svona bara, já, heyrðu, ég kannski bara að prófa þetta. Voruð þið ekki talið það, þannig að Danir, vorum þetta að tala svolítið slembival. Allt sattur rétt sem kemur á dönu. Það væri, þú veist, það er, og svo langar mig líka að segja það, að lýðræði má kosta. Og við megum alveg borga fólki líka fyrir, þetta er alveg vinna. Ég meina við fáum borgað fyrir að setja okkur inn í alls konar mál og lesa sko 300, 400, 500, 600 blaðsíður af alls konar hitt og þetta sem að snertir ákvarðanir og hvaðeina. Og við erum á launum við það. En við getum ekki alltaf ætlast til þess að bara hver og einn sem er bara í fullri vinnu með heimili eða hvaðeina, verkefni og skyldur og að taki sér bara í sínum frítíma, veist, frá það eru mörg sjónarmið í þessu. Það er líka náttúrulega skylda fólks sem að býr í samfélagi
einhvern veginn, en sumir vilja kannski ekki tafa áhrif og alveg sama og Já. það allur gangur á þessu en við höfum að minnsta kosti að búa til, þú veist, sviðið Já. sem En mér fólk getur finnst stigið reynda upp á. bara síðust ár hafa svolítið gerst að við höfum tímt svolítið hvað samfélag er. Þú veist, við erum alltaf einhvern veginn svo busy við að hugsa okkur sjálf að við höfum gleymt þessari samfélagshugsun og hvað er samfélag? Bara, Já, og líka sko, versnaði mjög mikið líka í COVID sko, og bara eins og foreldrafélögin, það er eins og það sé einhvern veginn erfiðar að fá fólk. Íþróttarhreyfingin talar þetta, foreldrafélögin, við erum að leggja gríðarlega áherslu á að auka virkni í foreldrafélögunum og þetta skiptir allt svo miklu máli því þannig finnum við að í svona samvinnu finnum við að við tilheyrum í samfélagi með því að og það er ekki nóg að vera bara í netheimum. Nei, og svo heldur bara í samfélagi heldur fólk utan hvort annað. Þetta hefur svolítið bara svona týnst, þetta er bara svona skilur, ég bara, já. Það er hægri sveifla, það er mikil einstaklingshyggja núna og við vonum bara að pendúllið sé að fara að sveiflast í hinn áttina. Það bara verður að fara að gerast, er það ekki? En já, en svo eru svona málefni sem koma stundum upp í borginni sem er mikil óánægja með og þá er einhvern veginn bara svona eins og borgin hafa engin svör við því. Það er til dæmis bara, ég veit þetta er leiðilegt mál sko, en græna skrimsli sko. Bara, ég veit þetta var ákveðið einhvern tímann í fornöld þegar sjálfstæðarflokkunum var síðast völdskilur en eitthvað gerist að það er enginn að skoða og breyta þessu. Bara, en nú er þetta græna hús komið þarna og það er enginn hvað að gera. Ég veit ekki sagt mér hvað þeir eru að pæla en ég er svona meira bara að spá í ferlunum sem gerist til þess að svona slys gerist. Já, þetta er náttúrulega skipulagsslys og svo kemur þetta inn á það sem þú varst að segja. Við erum allir í einhverjum stríði og til að með eins og við vildum horfa til lausna, getum við ekki keypt íbúðirnar og erum búin að benda á ýmislegt bara til að allavega aðstoða þessa sem búa í þessari búsetablokk. En þá vildi búseta ekki selja eða það mátti ekki eða sem sagt, þú veist, þá kemur þetta, já, við ætlum að fara í einhvers konar stríð. Og þetta flókna lögfræði samfélaginu, við ætlum að sækja eitthvað bætur þessi svona hagsmunir, já, allir eru í sínum að verja sína hagsmuni en ég er ekkert að verja þetta græna skrimsli, ég held nú að það sé eða má maður kalla það græna gímald en ég held að það hafi nú ekki verið sjálfstæðisflokkurinn þegar þetta var ákveðið. Ég held bara að þetta hafi sko, ég upplifa eins og þetta hafi því miður ekki komið inn á borð sko svona borgarfulltrúa. Sjálfsagt einhverjir í ráðhúsinu vissu af þessu og þarna kemur líka inn á hlutverk okkar sem borgarfulltrúa að það er eftirlitshlutverk okkar og það er eitt, þessi stjórnsýsla að passa upp á það að við fáum tækifæri til þess að vera upplýst. Ég upplýði það svolítið því að ég held að ég get alveg tala fyrir alla þarna að það er engin ánægður með þetta. Nei. En þetta var eitthvað svona, var eitt sem er Facebook-vinur minn sem fór að grufla í skipulagsmálum sem borgarinnar og hann fann út að þetta var ákveðið í stjórnartíð held ég, já, þegar sjálfstæðisflokkurinn var síðastu völd en þetta hefur aldrei einhvern veginn komið samt upp á borð og verið endurskoðað. Það er eitthvað svona gildandi deiliskipulag og svo er kannski ekki alltaf verið að, byggja upp á lóðunum eða við það skipulag sem er til. Já, en þetta er svo sem ákveðið, sko, það eru þarna 4 lóðir sem eru sameinaðar í eina
Og svo þetta, sko, meðal annars okkar viðbrögð við þessu líka þegar við vorum að mynda, þegar við ákveðum að starfa saman. Að það var þá meðal annars varðandi hvernig við getum komið í veg fyrir lóðabrask, hvernig við getum einhvern veginn stýrt í betur að það sé ekki einhverja aðilar að kaupa og selja lóðir, það er ekki byggt á þeim, sitja á þeim lengi, hámarka einhvern veginn lóðaverðmætið og svo selja það aftur og þá er jafnvel einhver sem á lóðina við hliðina og sem síðan, þú veist, sér hagsmunni því að sameina þessa lóð til þess að byggja eitthvað ennþá stærra og meira og græða, þannig að sko þetta sammæltumst við að taka á og erum að gera það. Hins vegar varðandi sko grænu vöruskemmuna sem og það er enginn að fara að taka upp hanskan fyrir hana þessa byggingu, gagnvart íbúnum og nýju hverfi sem að rísa þarna. Við erum ekki að fara að gera það, alls ekki. En við þurfum einhvern veginn að leysa þetta og þetta er auðvitað sko á viðkvæmu stigi og á þess að henda einhverjum flokki undir rútuna bara yfir höfuð. Að þá snýst þetta líka það að því ég sett í skipulaginu á þessum tíma, vissulega í minni hluta, við fengum aldrei að sjá neina teikningar af þessu. Nei. Þannig að, þú veist... upplýsingarna voru ekki. Já, þannig að hvernig áttu við að geta, þú veist, mynda okkur skoðun á einhverju sem við sáum aldrei? Nákvæmlega. Og hvernig á maður að geta beðið eitthvað gögn sem að maður veit ekki að eru til? Nákvæmlega. Þannig að, sko, allt þarf bara að ganga eins og smurvél. Og við erum på borðum og svoleiðis og ég bara vil líka taka það fram að ég held að engin starfsmaður eða embættismaður hafi verið að fela nokkur hlut. Nei. Ég held þetta sé bara algjört klúður og maður við tala það þannig og þá er aftur hvað getum við gert að þegar við tökum þetta ekki tilbaka en hvað getum við gert til þess að það ríki sátt einhvern veginn og allir geti kannski verið glaðir og það er bara í vinnslu og við höfum ekki fengið fregnir af því eða þú veist það er ekki komin inn í þjósta svo ég segi það á þess að vera að gefa eitthvað upp hvað sé í gangi en það er vissulega fólk að vinna í því að reyna að miðla málum í þessu umlamáli og þegar þetta er náttúrulega bara heimili fólks og mér finnst þetta líka algjör dómgrunda brestur af uppbyggingaraðila að átta sig ekki á því að hérna standi hús og það komi bara veggur vegna þess að í hinum endanum þú veist, þó það gluggar og lifandi rými og eitthvað svona vegna þess að ef að þú berð til dæmis saman fjarlæðina þá eru alveg til dæmi í Reykjavík þar sem fjarlæð húsa er áþekk og þarna í áskóum á milli húsa en það er bara lifandi umhverfi sem þú ert að horfa á. Það er, þú veist, bara svalir og gluggar og ljós og þú veist, það er mannlíf og það er allt öðruvísi heldur en að góna bara á eitthvað græna vegg út sko stofugluggaði. Þannig að það er ólíku saman að jafna í þessu. Þannig að það er líka bara í hönnuninni að þessu skuli hafa verið hleypt í gegn. Það er ekkert uppbrot, það er ekkert sko, þetta er bara algjör flattneskja og maður er einhvern veginn lokaður inn í einhverjum kassa sko, eða tilfinningin sko. Þannig að það er bara svo margt sem að einhvern veginn. Þetta er alveg ömurlegt. Ég held líka samt að sé athyglisvert að hugsa eins, þú veist, hvernig verður eitthvað svona veruleika og þá veltir maður því fyrir sér hvort að í rauninni þessi svona tekjuöflunar hvati sveitarfélaga sé að spila inn í, þú veist, það eru þetta þú veist, það eru svona ýmsar leiðir sem sveitarfélagin geta farið við að afla sér tekna en það eru ekki margar leiðir þannig að þetta kannski veltir maður því fyrir sér hvort að eitthvað svona þú veist hafi áhrif þannig er þetta að fá einhverju tekjur út frá uppbyggingu lóðasölu þannig að það eru þetta líka umræðinni sem var að nota marga klukkutími bara tekið öflun sveitafélag og samskipti ríkis og sveitafélag En mér finnst leiðilegt að hafa dregið þetta mál upp því en mér finnst þetta samt vera svo stórt mál það er bara þú veist, það er ekki bara Reykjavík sem fólk er í sjokki, þetta bara fór yfir bara allt samfélagi bara, þú veist, bara hvernig gat það gerst bara, þú veist, þetta er rosalegt, sko. Og svo var líka svo óþægilegt að þetta bara svona eins og spratt upp, þetta gerðist einhvern veginn svo hratt, þetta bara, allt í einu bara, hvað er að gerast hérna, þetta og svo skömmum tíma.
Þannig að það voru, já, mörgum sem var brugðið. Já, þessi hús byggjast árið til svo rætt. Þetta ekki bara eitthvað svona... Þetta eru svona, já, stálgrindur sem að... Já. Þannig að þegar grunnurinn er komin að það er auðvelt að reisa þetta. Bara... En þá líka auðvelt að taka þetta niður og breyta þessu. Já. Svo ég segi það líka. En það verður að skoðast út frá öllum hliðum. Og þá líka spyr maður sig að því að, þú veist, hvað má það kosta? Já. Og það eru náttúrulega, við sitjum með þá ákvörðun þegar og ef að henni kemur. Já. Og þá það eru mörg sjónarmið í öllum ákvörðunum. Já. Í mörgum ákvörðunum. Það eru skaðabætur og það er þetta og hitt og alls konar. Já. Við tökum auðvitað stjórnvaldsákvarðanir, svo það sé sagt. Þannig að það er líka oft þannig að það kemur eitthvað skipulag úr fortíðinni. Við ætlum bara að nefna skuggaturnana á Lindagötunni. Að því að þegar þeir byrja að rísa 2010, þá var það skipulag sem var samþykkt 2007, ég skilji því. Já. Og svo bara kom hrunið. Og þá var bara beðið með að reisa síðasta skuggaturnin eða fjölbýlishúsið í skuggakörinu og allt inni byrjaði það bara að rísa og það var hæstu turnin og allir, hvað, ha? Og þá var þetta bara gamalt skipulag sem að verktakinn ákveða bara að bíða með út af En það er líka þetta risa hótel sem er að koma hótelið sem þegar ég ætlaði einhvern tímann að segja er þetta að koma? Þá sagði Helga mín þetta var ákveðið fyrir 10 árum. Lífandislöngu, já. 10 árum. Eftir að vera fund skipulagsmál þar skilur geti verið bara okkur og okkur. Nei. En það er þetta okkar að skoða, þú veist, þurfum að breyta einhverju í verklæginu eða stefnumótun, þú veist, hvernig getum við haft áhrif til að tryggja með þetta umhverfi sem að íbúar búa í sé gott og heilnæmt og ég til dæmis bara þú veist, litaglöð manneskja sem bara hoppa heimaða mér þegar ég sé eitthvað svona bjarta liti utan á húsum eins og við sjáum núna þarna kvikmynda, er það ekki listaskólinn, kvikmyndaskólinn, myndlistaskólinn og þarna hverfi í Laugarnesi, þetta ekki, já, þú veist, allir þessi litir, en svo er bara, þú veist, mismunandi hvað fólki finnst fallegt sem við finnst bara svo fallegt allt sem er grátt, ég er ekki þar. Nei, ég er ekki þar heldur. Mér langar bara að nefna að þennan hóteli sem er að rísa, það verður þakbar. Já, ég veit að ég sá það á tekníkonum, en þetta er sko alveg að rísa hæða á þessu, það byrja að rísa núna. Já. En þakbar. Ég vitastíg. Já, vitastíg. Nei, við Skúlagötu. Á Skúlagötu og vitastíg. Ein lokaspurning, tíminn er renna frá okkur. En hvernig sjáu þið fyrir ykkur framtíðar sveitafélagið? Ættu þið að hafa meira eða minna vald og ábyrgð? Ég svaraði þessu eiginlega í upphafi, þannig að við lokum hringnum. Ég vil meina að sveitafélagin eigi að fá meiri ábyrgð, taka til sín fleiri málaflokka og svo vil ég líka sjá fjölbreyttari að tekjustofna sveitafélagi séu fjölbreyttari. Já. Þannig að við séum ekki við erum ekki þá að miða þetta við núverandi aðstæður vegna þess að við þurfum að treysta tekjustofna sveitafélagi enn betur og fá, svo ég nefni bara gistináttagjaldið og fjármagnstekjurnar og fleira, en það verður að treysta betur tekjustofna sveitafélag. Ég get tekið undir það, mér finnst það mjög mikilvægt að taka á okkur fleiri verkefni að þeir fylgi fjármunir og þessi því það er náttúrulega mjög slemt við tökum heilmikið á okkur og svo höfum við ekki fjármunir til að sinna því þá þýðir það við séum ekki gera það nógu vel. Já. Mér finnst alveg sjálfsagt að skoða að sveitafélagin taka sér fleiri verkefni og sérstaklega með þetta við hugsum stöðu barna þegar þau eru að klára grunnskóla í kringum 16 ára eins og Líf fór inn á varðandi framhaldsskólana, þú veist, þá byrjaði framhaldsskóla þú veist, þau eru ennþá börn oft þegar þau byrjaði framhaldsskóla eða menntaskóla, þannig að það er eitthvað sem að væri eðlilegt að
skoða nánar en einmitt í tekundir með þeim varðandi tekjustofna og maður verður nú að nefna útsvara fjármagnstekjur í svona þætti sveitarstjórnarmál því að þetta hafa sveitarfélögin ekki lagalega heimild til þess að innheimta sko útsvar. Þetta líka, ég bara viðurkenni það áður en ég var borgarfulltrúi þá var ég að læra ýmislegt ýmis hugtök og ég þekkti útsvar sem sjónvarpsþáttinn en sem sagt útsvar í rauninni skatturinn sem greiðir að þínu launatekjum til sveitarfélagsins sem þú býrð í en þetta líka tekið af fjárhagsaðstoð og ef þú ert með örorku eða slíkt því að þetta byrjar að tikka inn mjög snemma þó að tekjur sér lágar og þannig að þetta er útsvar fyrir í sameiginlega sjóð hugsað að þetta er að greiða einhvern veginn fyrir alla þessa þjónustu sem við notum en það er ekki útsvara fjármagnstekjur þannig að ef þú ert bara einhver rík manneskja sem fær helst tekjur þínar af fjármagni ert með fylgt af minna bankabók og fær vexti þá ert ekki að greiða í rauninni útsvar af því og það er mjög ósanngjarnt. Já. Þú ert ekki að greiða til sveitarfélagsins heldur bara til ríkisins. En mér langar líka að nefna annað sem að við getum gert betur. Það er að vera í meira samstarfi við sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu alls konar hluti og ég ætla að nefna stoppvi. Já. Það pælar enginn því, ég vil fá þá til sveitarfélagsins og þá að við séum að reka þá bara að þá höfum við meiri yfirráð yfir því hvernig við skipuleggjum fjölbreytta ferðamáta, svo ég segi það. Og fyrst þú sagði þetta á að sameina sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Ég segi, sko, varðandi Reykjavík, þá segi ég nei. Mér finnst bara sjarminn við sveitarfélög, þú svo mikið í nærsamfélaginu, starfi snýst að heyra í íbúðum og mér finnst persónulega að þetta eigi ekki að vera mikið starra en það er núna, það 145.000 íbúðir í Reykjavík. Ég get kannski skilið þessa umræðu varðandi sko, sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu en að því sögðu, þá finnst mér alltaf vera ákvörðun, þú veist, íbúa. Ef að íbúar kalla eftir einhverju, þá það bara okkar að fylgja því eftir sem kjörnir fulltrúar. Já, ég myndi vilja reyna á það. Það væri mjög skemmtilegt. Ég meina Seltjarnarnes til dæmis, það er eiginlega bara það er varla byggingaland þar eftir. Nei, bara svo, þú veist, hvert allar Seltjarnarnes að þróast. Nei, ég segi bara svona, nú er allir á Seltjarnarnes ógeðslega fúlur út í mig, en ég held alveg, sko, við sjáum alveg stórborgir. Og það er bara 1 milljón manns og það er bara fyrirkomulega allt öðruvísi þannig að það myndi alltaf breytast einhvern veginn fyrirkomulega hvernig við myndum stýra þessum sveitarfélögum en það væri gaman að kjósa það nema þá fáum við bara rosalega vont skipulag frá Kópavogi. Það er margt þannig í Kópavogi sem minnst ekki fallegt og illa skipulagt en ég segi svona á þess að vera með eitthvað svona dólgvöfnu sveitarfélög en mér finnst allt í lagi að taka umræðina og bara heyra hvað vilja þau vosa og svoleiðis. Mér finnst það alveg sjálfsagt að taka umræðina. Sko. En við erum náttúrulega að vinna mjög heilmikið saman í dag. Ég vissi til mér ekki áður en ég kom á borgarstjórn það væri þetta mikla samstarf. Ég hef nefnilega svo oft hugsað að bæði það er alltaf krafa á litlu sveitarfélögum út á landi að þau saminast en það er kannski 100 kílómetra á milli þeirra sko. En sko meðan ég stend upp í Breiðholti og ég get verið með hægri fótinn í Reykjavík og vinstri í Kópavoginum og þetta er sikkur sveitarfélagi, þú veist, þetta er bara nágrannar börn sem að búa í sko sikkur húsinu bara með göngustíg á milli sín eru kannski gangi sikkur skólan í sikkuru sveitarfélaginu. Mér finnst fyrir mér þetta bara skilji þetta ekki, ég hef aldrei skiljið þetta. Bara við sérst með vinstri fótinn í Reykjavík, þá vorum við bara glaðar. Já. En bara takk hérlega fyrir að mæta og þetta er bara búið að vera skemmtilegu þáttur, finnst mér sko. Takk fyrir mig. Takk. Takk hérlega Líf, Helga og Sanna og svo þakka ég líka Laufey Líndal Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og senda hann út til ykkar og svo bara minna á að hlusta má á þáttin á YouTube, spilarinn.is, Sjónvarp Síman sem er takk í 5 á fjárstýringunni, samstöðum.is og öllum helstu hlaðarsveitum og við heyrumst næst því samfélagið er best byggð á samstöðu og þáttöku allra. Takk. Takk.